Já, hæ. Nú ætla ég að gera spá fyrir ykkur persónuna sem er í huga ykkar. Sjá hvað kemur út úr þessu. Svona, já. Þið fáið hérna þrennt að velja. Og það er hérna númer 1 sem er Lapis Lazuli steinninn. Sjáðu það svona kemur blátt í inn og eitthvað. Það er kannski eitthvað samskipti núna sem er að koma inn. Það sjáum til. Númer 2 þessi hérna. Ég veit nú ekki alveg tegundina á hann, en hann er svona tvískiptur. Og númer 3 er amethyst steinninn. Ég ætla að byrja á einum. Og ég er með hérna orgelspil hérna sem ég ætla að fá 1 úr. Svona bara, svona hvernig energy er bara á ykkur núna. Það er svolítið ekki í þessu. Sjá. Já, ég ætla að byrja það bara að fá 1 fyrir pile 1. Það er energy er hjá ykkur. Fáum við þetta hérna. Svolítið gaman að sjá. Þarna er sólin og tunglið sofandi. Og Alice, þetta er Alice Wonderland Oracle. Hún er sofandi líka. Hvað hvílar sig. Gæti verið svona, kannski eitthvað svona hvíld. Eitthvað í gangi. Eða svona svo búið að draga aftur með eitthvað. Gæti verið kannski svona, já, eins og sé búið að draga eitthvað aftur með, kannski með samskipti. Og hérna stendur númer 32. Belong to your own dream. Create your own life. Gæti verið líka að þið eru kannski í þessu ensi að þið eru svona bara svona spá að spekulara hvert skal fara, hvað skal gera og þið eru bara svona í svona resting tímabili. Bara svona í ykkur svona hvíld og þið eru svona að fara inn á við og eitthvað fleiri sko. Og Lapis Lazuli er kannski svolítið þannig að vita svona, er svona inni knowing sko, fara svona inn á við. Svona hvað svoleiðis í gangi. En 32 eru líka að vilja sjá kannski einhverja breytingar og það getur verið breytingar á milli þín og persónu sem þú ert að hugsa til hvað þarf að gera og eitthvað svoleiðis sko. Svona gæti verið svona hálfgjört svona eins og shadow work. Að horfa á skugga sinn og sjá hver þú ert, hvert þú vilt fara, hvað þú vilt gera og hvaða breytinga þú vilt taka líka kannski. En það er svona eins og, já, það er svolítið þannig. Ég ætla að fá líka 1 angel númer fyrir ykkur, pile 1. Sem þið bara googlið bara angel number, spiritual meaning eða bara meaning, angel number eitthvað og meaning. Fyrir pile 1. Hvað er það sem þurfa að heyra og vita? Og það er
56, getur líka verið 65, en það var svona bæði og. 56 er angel númer ykkar, eða 65. Getur verið kannski einhver á þessum aldri, ég veit það ekki. Kannski sambandi við 5. júní líka. Og þið fenguð þetta í Shapeshifter Oracles. Your imaginary friend, childhood treasure resurface. Það gæti verið einhver manneskja sem þið hafi þekkt áður og er kannski bara að sjá kannski einhverja breytingar, gæti verið líka. En það er svona, já, þetta gæti verið einhver manneskja sem að þið hafi þekkt áður. Þetta er svona, eitthvað sem að þekkt kannski frá því voru krakkar, en það er eitthvað svona tenging á milli þar, sko. Það er eitthvað sem er að koma aftur og er svona kannski, já, kannski hafa áhrif á okkur líka, eitthvað á einhvern hátt, sko. Gæti verið svona eitthvað. En þið eru eftir að sjá svona breytingar á þessari mannesku, svolítið. En það er svona, það er eins og þið þurfa svona að slay the dragon, eða, með dreganinu okkur sem að heldur oft okkur bara svona svolítið niðri. Og svo fenguð þið úr Shaman tarotspilinu mínu, Four of Pentacles, the Silence. Það er bara eins og, þið eru bara svona í meditation, að það bara öskrar á mig þessi bunki, að þið eru bara svona í að skoða og velta fyrir ykkur og með svo margt kannski líka. Bara með sjálfun ykkur. Og þessi manneskja sem er að hugsa til, þetta er manneskja sem hafi mikla tilfinningar til. Og já, það er allavega, þið eru bara svolítið svona að horfa á það svolítið, hvað í raun og verið eigi að gera og svona með hvort það sé eftir að ganga upp eða, og þetta er varðandi líka svona stöðuleika og svona allt í kringum ykkur, og það er kannski það sem er að koma inn, sko. Og það er bara svona eins og að þið eru bara svona í smá tímabili áður en fara að sjá sólina. Hún er að bakvið, hún er svona rising, sun is shining, sun is rising, menna ég. Já, sjáu það er sól og tungl líka. Alltaf sól og tungl hérna. Þetta er skrítið. Það gæti verið svona, já, eins og það sem er búið að ganga á milli ykkur sé búið að vera upp og niður. Og svona, það er eins og bara samt að þið þurfum að sjá svona hlutina kannski eitthvað betur ljósi. Gæti verið líka varandi með þessa mannesku líka, áður en þið takið eitthvað svona ákvörðun. Þess vegna þið svona í svona rekstri tímabilinu, eða þá að þessi manneskja er okkur þannig, getur svona skipt þessu, að sé svona hálfgert hvíld og taka eitthvað svona break. Það er bara svona til þess að verða betri. Og kannski þurfti kannski eitthvað að gerast til þess að þið fóru að sjá hlutina kannski
bitur eða eitthvað svoleiðis sko. En ég ætla að fá eitthvað á þessu. Og þið fáið númer 8. Tvíburi. Það er eitthvað samskipti og svona fram og tilbaka. Það gæti verið bara varðandi einhvern vin eða vinkonu sem þekki. Það er steinkittin það líka. Og þið fáið líka Særonu líka. Það gæti líka varðað manneskju sem þið hafi svolítið kannski kotta úr lífi ykkar og þessi manneskja er svona núna til staðar og eitthvað svoleiðis sko og eitthvað svoleiðis sko. Þetta er svona eitthvað sem geti orðið meira sko. Það kemur Júpíter hérna líka. Það er eitthvað sem eftir að verða betra. Það er eitthvað sem eftir að verða betra. Þetta er eitthvað samandi við Ágúst líka. Eitthvað sem eftir að verða betra. En núna er þessi manneskja bara í sínu, eða þessi manneskja finnst mér líka sem að hugsa til, er svolítið svona bakka og hefur bakkað tilbaka eitthvað. Það er eiginlega bara til þess að svona sjá og spekulera hvað er í gangi. Já, og hvað er þessi manneskja hvað skilaboð eða hvað er þessi manneskja að hugsa? Skulum við sjá hvað spilin sé hérna. The timing just wasn't right for us. I can't stop thinking about you. I want to tell you how I feel. I look for you everywhere. Það var heim sko. I wish things could be different. Það gæti verið að þið hafi sko farið sitt hvora leiðina en þessi manneskja er alltaf með þig í hausnum greinilega. En það tímasetningin og allt sem var í gangi það var bara ekki réttu tími. Og þetta er það sem þessi manneskja er mikið að hugsa ákvarðat núna í þessu. En langar svolítið að opna sig og svona og er svolítið að bara að spá og spekulera svona. Það eru svona hluti sem að minna þessi manneskju bara á þig. En það er einhverjar aðstæður sem hefur svona svolítið svona þetta varð svona og það getur verið bara svona umhverfið og svona bara hvað var í gangi og eitthvað svoleiðis sko. Watching, looking, perception, stalking. Og það er svona, þessi manneskja er mikið að fylgjast með þér. Gæti verið þessi manneskja líka að nota gleraugu sko. En það er allavega svona að vera að spá og spekulera. Og sabotage, rebuild, persistent, working on it, repairing. Það hefði kannski verið samband sem að hefði verið svona hálfgert
kannski báðir aðalega svona ekki verið góðum stað og svona þurft að svona, hvað kalla það, svona að sabotage, þú kannski sabotage og þessi manneskja líka eða svona, og verið svona fram og tilbaka að vilja laga og bæta og kannski fram og tilbaka samband. En þessi manneskja bara svolítið mikið að vinna bara að sjálfu sig núna. Kannski þorir ekkert að koma inn og það kannski verið búið að gera mikið eða eitthvað svoleiðis sko. Eða svona, hlutirnir eru bara ekki nógu góðir, tímasetningin er bara ekki nógu góð. Úr Shaman Oracle-spilunum. Og 3 þar. Það er contentment. Hérna er sólin. Og hérna er tunglið. Þessi manneskja gæti verið núna bara í mikilli vinnu, mikið að gera og það er eins og að sé að það er eitthvað þrennt, eitthvað sem er í kringum þessar manneskju sem svona, já, þarf að fara að vinna með eða eitthvað að gera. Það gæti tengst eitthvað líka með vinnu eða einhver það gæti verið líka eitthvað ferðalag eða eitthvað svona sem maður þurft að fara eitthvað og það er bara svona, já, þetta er eins og þetta sé samt svona eins og það sé ekki verið að segja alveg rétt, hefur ekki verið að segja rétt og rétt frá eða vera að fela eitthvað og það er svona verið kannski einhverja manneskju kannski með því að hilma yfir ykkur og eitthvað svoleiðis sko. Þetta er kannski verið eitthvað svona í langa tíma af því að ég sé líka svona moon cycles dæmi og þetta hefur kannski verið svolítið langa tíma þangað til að þú tókst kannski stjórn yfir þessu og fórst svona að standa með sjálfið þér og svona látið heyri þér og það er hérna Sagittarius, búamaðurinn. Já, fórst bara að huga bara svona svolítið meira að sjálfu þér sem kannski hefur kannski ekki gert áður og svona verið svolítið þannig. En það er eitthvað sem að kannski orðið til þess að þú þurft að sjá hlutina svolítið betur ljósi. Veit ekki af hverju sól og tungl hérna hjá okkur. Og kannski eru þið svona miklar kannski andstæður eða ekki andstæður heldur eða önnur manneskja meira í tilfinningum sínum og hinn manneskjan verið meira í svona ígónu sínu og svona drifin og eitthvað svolítið sko. En svo er eins og að eitthvað gerst til þess að þú þurft að sjá svona að það þurft að vera eitthvað svona balans á milli. En hvað er svona með framhaldi hjá pæl 1 með persónuna?
getur verið eitthvað samt við 7. september, kannski einhver afmæli þá, eða þá getur verið líka 18. júní, eitthvað varandi það. En það svona með framhaldi hjá þessar manneskju sem eru haustum ykkar. 3 of Cups, hérna 3 og 3. Það kannski of mikið interference af öðru í kring. Gæti verið, það hafi verið svona eitthvað, já, gæti verið eitthvað annar manneskja verið komin í spilið. Þá gæti það verið bara vinir og fjölskylda, eitthvað sem hefur truflað ykkar samband eða eitthvað sem hefur gerst. En 3 of Cups getur líka verið eitthvað sem er eitthvað svona að vera að fagna og eitthvað. Gæti verið líka að það hefur verið svona eitthvað drykkja eða eitthvað svona úst í gangi. Hvað er það sko? Svo sjá bara hvað kemur meira með þessu. 3 of Cups hérna. Já, Hanged Man. Strength. Page of Cups. 8 of Cups. Mér finnst eins og það sé eitthvað manneskja sem hann vill koma inn aftur. Getur verið vinur eða getur verið eitthvað sem hefði átt tíma saman. Vill koma inn og eitthvað svoleiðis sko. Eða þá þú eða eitthvað svoleiðis sko. Það er eins og einhver vill vinna og laga og bæta og það er eins og það sé samt ennþá þessi þurfa að bíða og sjá og svona hugsa hvað að gera og það er svolítið svona með sko strength og það er eitthvað sem það þarf að halda aftur að sér og gæti verið eitthvað gamalt eða eitthvað sem gæti verið sem manneskja sem svolítið svona getur missið eða svona. Og það er kannski eitthvað svona, kannski þarf eitthvað svona að vera að stoppa eitthvað af. Og það er eitthvað, það er mér finnst eins og með strengt þetta, það er eins og að þessi manneskja, að það er að halda svolítið aftur á hann, getur verið, með skapið sitt. Það er eitthvað samt við það. En það er eitthvað tilbúin að þessi manneskja er kannski tilbúin að vinna að sér og kannski á sambandinu. En það er ennþá eitthvað svona sem truflar. En já, hvað ætla ég að gera meira? Ég ætla að fá eitthvað þessu hérna. Og þessi manneskja segir hérna, gæti verið þessi manneskja afmæli líka fiskur eða hrútur. En þessi er eins og sko, er búin að vera að láta það svolítið bíða, þú er kannski búin að vera að bíða lengi að það stendur hérna, I hope you will wait for me. Ég held þessi manneskja hefur verið svolítið að halda, ekki vilja sleppa ykkur en samt verið svolítið að bara leika sér og lifa lífinu og haldi fast
ykkur fæði föstum í einhverju sem þið áttu ekkert að vera í. Og það kannski svona lýsingangi. Eitthvað meira með þessa manneskju sem er pile 1. Sex without you. Nummer 6. Það gæti verið að þið séu ekki búin að stunda eitthvað kynlífið saman eða eitthvað. Og það gæti verið að já, mér finnst eins og að þess að manneskja vill svona eitthvað laga varðandi þetta. Þetta verður eitthvað 36 ára. Já, I'm addicted to you. Og það þessi manneskja er svolítið, hvað maður að segja, codependent á þig, að hafa þig alltaf hjá sér. Og já, seek professional advice. Kannski þurft að svolítið að vinna sjálfsveið, manneskja. Og nú er þessi manneskja bara, is there somebody else, someone else, og svona spá og spekulur að fylgjast með þér, og bara til að sjá hvar í raun og veru, hvað þú ert að gera og af því að þessi manneskja vill í raun og veru bara halda í þig í sama stað eins og var áður og eitthvað svoleiðis, en ekki verið tilbúin að vinna sjálfur sér, til að segja. Og já, ég held að þessi manneskja sé bara hefur ekki verið tilbúin að laga eitthvað og bæta eitthvað og vinna að sjálfu sér eða eitthvað svoleiðis, myndi ég segja. Og það er búin að vera bara I'm a very jealous person, your family won't like me. Og mikið af 3 hérna, 3, 3, 3 og 6. Já, en þetta hefur allt verið sem hefur gengið á þetta voru mikið bara svona afbrýðisemi og eitthvað svona eitthvað sem hefur eitthvað gerst sem já, til þess að koma þessu stöðnun í sambandi það var ekkert að gerast, það var fast bara í sama. Það er bara svolítið svoleiðis, og þessi manneskja er bara mjög afbrýðisöm yfir höfuð af því að þessi manneskja er ekki tilbúin að vinna sjálf sér, greinilega, og er alltaf vilja taka kannski frá öðrum og eitthvað fleiri, út af afbrýðisemi og svona. En þessi manneskja, skal ég segja ykkur, hefur mikla ást til ykkar en þarf bara svolítið að vinna sjálfu sér og fá smá tíma í það, til ég segja. En ég ætla að láta þetta duga fyrir ykkur. Bunki 1, bye. Já, hæ. Þessu völdu bunka 2 var hann hér. Ég er hérna með Oracle-spil sem ég ætla að fá svona bara ykkar energy, hvað er í gangi á ykkur núna. Erum að sjá hvað hoppar upp hérna. Byrja þessu. Til bunka 2. Eitt Oracle-spil fyrir bunka 2. Investigate.
Númer 7. Look closely, ask question, think before acting. Bá hérna. Svo mér finnst hérna þá þið að reyna að sjá báðar hliðarnar á öllu. Það er steinninn hérna líka, hann er með 2 hliðar. Og gírafan hérna, hann segir mér sko að þurfa að sjá hlutina í herra, horfa hans herra á hlutina sko, og svona yfir þetta allt saman, svona sjá hlutina í betur ljósi. Það er eins og að þið hafa verið svona blind áður með marga hluti kannski, eða eitthvað svoleiðis sko, og svona hort fram í hlutunum eða eitthvað svoleiðis sko. Og það hefur svolítið sett ykkur á slæman stað þannig, að það hefur svona, já, hérna eldirna, eins og það hefur sko ekki haft góðar afleiðingar að horfa fram á hlutunum, að þið gerðu ekkert í því, þið sáu þetta en gerðu ekkert í því, og þið eru svolítið núna bara svona að já, að sjá hlutina betur ljósi og horfa bara á hliðar. Og það er svona fílingur sem er á ykkur, og þið eru bara svona, já, í stellingunum svona, hvað að gera. Og það getur verið líka að þið séu svolítið, kannski með þessa mannesku þið svolítið líka svona, já, þetta er svona eins og replaying í hausnum á ykkur, alltaf sama aftur og aftur og aftur, og það er eitthvað sem þið viljið svona losna við. Og svona, já, það er bara svona núna í ágúst sem að þið svona losi ykkur þennan pakka. Það er eitthvað samt við líka auga líka. Hafa auga með ykkur kannski. En já, ég ætla að fá angel number fyrir ykkur, sem þið googlið bara á angel number sem kemur upp, og spiritual meaning eða bara angel number meaning. Fyrir pæl 2, bunga 2, hvað það eftir að vita. Þú skinn að bóða frá englunum, og þið fáið 21. Gæti líka verið 3. Annarkvort, þið ráðið. En þetta finnst mér eins og þetta sé eitthvað sem að hefur verið áður, og núna þið bara, eiginlega bara nýjum kafla og svona vilji gera hlutina rétta núna sko, sé eitthvað svoleiðis sko. En já, ég ætla að fá líka þessu fyrir ykkur. 22. Það er vatnsberi, ljónið, tungl, 6 júní. Og það er eitthvað samt við eitthvað fjölskyldu eða þá samskipti. Það getur verið eitthvað sem koma inn líka. Þið er samskipti við ykkur núna, kannski líka. Svona, og þeir ekki alveg búin að sjá út úr hvað að gera og hvað að verða. Það er svona, já, það er Merkúrí hérna líka. Getur líka verið ykkur með hérna líka. Og fiskur. En það þarf ekki endilega að vera þessi stjörnumerki, en það er eins og eitthvað svona að vilja laga eitthvað og betrurbæta eitthvað svoleiðis sko. Gæti verið sem manneskja kannski kemur inn
er komin inn, teki eitthvað sandi við júli, ágúst. Það gæti verið sem er núna að gerast eitthvað. Gæti verið að þið hafi svona verið með einhverja vonir, drauma eða eitthvað sem þið svona viljið sjá út úr. Þú veist að hluti til lagist kannski. Eða verði ekki eins og áður. Þú veist eins og ástæða þegar þið eru svolítið föst í það sem var. Svolítið þannig. Svo fáið þið hérna The Fair Rearing, New Skills, Advanced Training, Rapid Improvements, 37. Mér finnst þess að þið hafi verið búin að vera, eða þessi manneskja, það hafi verið svolítið trickster. En, eða kannski voru að díla við svoleiðis. Svona bara alls konar einhverja kúnstir og eitthvað svoleiðis. Það gæti verið líka að þessi manneskja vill líka sýna hvað fram að færa og svoleiðis sko. Þú veist, og vilja betrumbæta sig kannski á einhvern hátt. Það er líka eitthvað saman við voru líka. Það er eitthvað sem maður vill svona, já, koma inn og gera það með öllu ráðum. Kannski líka. En það er eins og að sé svona eitthvað red flag sem þið sjáið. Og það er kannski búið að vera eitthvað svona 3 skipti, eitthvað sem kannski er að stoppa ykkur með eitthvað út af grástæðu. Það er svo marga hérna sko. Gæti verið kannski 3 samband fyrir eða eitthvað fleiri sko. Og eitthvað samband við honor. Já. Gæti verið þessi manneskja þessi svolítið yfir. Getur verið yfirmaður eða eitthvað svona, eitthvað svoleiðis kannski tengist eitthvað því. En þessi manneskja vill bara þína athygli og er svolítið svona bara beina athyglinu bara á þig. Það getur verið, já, svoleiðis sko. Eða kannski vill þessi manneskja svolítið mikið bara fá athyglina alveg að sér. Og sendróði heimsins eða eitthvað, ég veit ekki. Þegar já, ég ætla að fá hérna meira fyrir ykkur. Hvað var ég að... Já, ég ætla að fá svona skilaboð eða eitthvað. Hvað svona hausnum á manneskjunni fyrir pæl 2. Just being near you is intoxicated. I remember every detail of that day. Þið hefur kannski haft, það er eitthvað tími sem þið haft saman sem já, greinilega verið gaman. Það fá meira. I know I was a distraction from your pain. I'm becoming a better person.
wish I could take back my words. Ég myndi segja að hjá þessari mannesku þá ert þú allt sem að tengist eitthvað að vera gott og svona, eða svona, þú tekur allt þetta neikvæða í burtu og það og svona þessi manneskja gæti verið svolítið kannski föst í sjálfu sér svona í svolítið neikvæðni og það mun ekki ganga og bla 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 og er með eitthvað svona hugmyndur að þetta sé ekki eins og þú sýnir þá sé allt eitthvað á bakvið og eitthvað svoleiðis sko. En þessi manneskja sér eftir að I wish I could take back my words. Það getur verið einhvers konar action eða orð, eitthvað sem hefur verið gert að þinn sök sem að þessi manneskja myndi vilja laga og bæta. Og svona, já, og vill svona að þú fyrirgefir sér eitthvað kannski líka. Gæti verið eitthvað fleiri sko. Meira fyrir pæl 2. Girl with a snake, charmed or used enable boundaries. Gæti verið eitthvað truflun þarna í gangi, eitthvað sem hefur skemmt, eða þessi manneskja hefur skemmt eitthvað með því að það hefur verið kannski eitthvað gert. Passion, insane chemistry, sparks, having fun, equal interest, burning desire. En þessi manneskja er bara svona, bara fyrir þig í raun og veru sko. Hún vill gera allt svona til þess að þér líði vel. Og allt svoleiðis sko. Þú kveikir í þessari mannesku svo margan hátt sko. Það getur verið að þessi manneskja kannski finnst þér að þú getur ekki alveg treyst þessu mannesku, gæti verið út af einhverju öðru sem hefur gerst á þér og þú ert svona í báðum áttum hvort að þessi manneskja er að kannski charma þig eða nota þig, eða hvort er það? Að þú finnur fyrir þessu passion og ég held þessi manneskja sé svolítið það líka, það er eitthvað svona yfir á milli sko. Svo ætla ég að fá hérna úr Shamanic tarotum mínu fyrir pæl 2. Það hefur annar aðilinn sko, það hefur annar aðilinn verið að gefa mikið og þú er ekki fengið kannski ekki jafn mikið tilbaka, það geti verið eitthvað fleiri sko. Pæl 2. Morning. Það er eitthvað komið upp á sem að setja endur á eitthvað og þessi manneskja er svolítið bara svona núna bara svolítið morning eða svona að sjá eftir einhverju og vill kannski fyrirgefningu líka og eitthvað svoleiðis sko. Og er eiginlega svolítið að bíða eftir að þú hafi samband og svona er að gefa hint og vill að þú gefi sér hint líka og eitthvað slíkt sko, svona fram og tilbaka.
Gæti verið einhver hefur tekið eitthvað og svona hefur verið búið að taka of mikið af einhverju eða stólið fyrir eins og það hefur verið stólið eða tekið eða eitthvað slíkt sko. Verið að fara svona eitthvað bak eða eitthvað. Giveaway dance 6. Þessi manneskja er svolítið núna bara að reyna að finna út hvernig að fá þig aftur og sitt band, að þú takir sig inn aftur og þú getur alveg búist við að þessi manneskja vilja gefa þér eitthvað og verið til staðar og það er af því að þessi manneskja sér eftir að hafa sko, komið þér í þessar aðstæður kannski líka. Og að vera að senda mikið á skilaboðum og eitthvað fleiri sko, eitthvað á milli. Eða það getur verið bara annar aðilinn hafi verið svolítið mikið meira að senda skilaboð og ekki fengið það sama tilbaka. Það er svona, þessi manneskja er bara svolítið núna svo ég segi, að þetta er svona svo trickster. Svona, hvað getur við gert best úr þessu, kannski. Reyna að búa til eitthvað annað, eitthvað og svona, kannski. Það getur verið að sé einhver manneskja sem að þú hefur treyst eða eitthvað slið sko, en svona, já, eins og að vera að fara yfir svona eitthvað bak með. Eitthvað slið sko. Segja eitthvað slið. Já, ég ætla að fá hérna. Hvað maður svona búast við frá þessa manneskju. Ace of Wands, 3 of Wands, 2 of Cups, 8 of Swords. Svo segir þá vill þessi manneskja nýja byrjun og er að finna allt til þess að þið ná að bonda saman aftur, algjörlega. Og vill koma sér út af þessu að finnast að það er ekki hægt að gera neitt og eitthvað svoleiðis sko, eða hvort að þú sért þannig að þetta sé svoleiðis að það sé ekki hægt að gera neitt, en það er eins og þetta sé svona staðráðin í að reyna að laga og bæta og gera allt sem til þess að það fari vel. Þetta er annar aðeins því svolítið bara svona först og kannski er ekkert að segja neitt eða eitthvað. Það hefur ekki verið að opna sig en það mátt alveg búast við að það breytist. Þú þurft að draga sig kannski eitthvað í land eða eitthvað. Þessi manneskja segir bara I want you, kannski í ágúst. Kemur eitthvað fleiri sko. Það geta verið svona fram og tilbaka eitthvað og vill svo koma svo aftur og eitthvað. Kannski verið svolítið óviss eitthvað.
ready. Það svona komið eins og grænt. Kannski í ágúst kemur eitthvað svona grænt ljós. Kannski eitthvað jákvæðar breytingar. This love scares me. Það gæti að hafa verið mikið hræðsla bara sem hefur svolítið svona hrætt manneskjunni í burtu eða svona bara eitthvað svoleiðis. Það er eitthvað svona einhver hræðsla í gangi og stress. Kannski ómikil ást, nei, ég veit ekki. Be more selfish. Þið finnst kannski þessi manneskja verið svolítið sjálfselsk eða svona þess bara snúist bara sig og ekkert annað sjálfa sig. Það er svolítið svona red flag sem hjá þér, kemur hérna nóg, þú veist. I want you to get you drunk. Ég held að þessi manneskja vilja helst að þú gleymir það sem komið er og að það snúist ekki það sem hvernig þessi manneskja er búin að gera eða vera og eitthvað svona, heldur sko á að gleyma því og eða þá að vilja starta upp á nýtt og laga þetta alveg frá grunni, sé eitthvað svoleiðis. Gossip only hurts more. If I ask you to stay, would you leave? Og það er svona þessi hræðsla, hvort að þú viljið sjá aftur eða eitthvað svoleiðis. Það er það sem er svolítið toxic, þetta að svona gefa ekki eftir eða eitthvað. En ég ætla að láta þetta duga fyrir ykkur. Pæl 2. Bye. Já, hæ. Þessu völdu bunka 3. Velkomin. Það byrjaði ég að fá hérna eitt orgholspil fyrir ykkur hérna, Alice in Wonderland. Sjá svona bara energy hjá ykkur. Hvað er í gangi? Eða eitthvað. Pæl 3. Growing up. Wanted to grow in experience. Rejection of perpetual youth. Mér finnst eins og að þið, hérna, bunki 3, það er eitthvað sem þið hafi lært á og svona sé kannski sjálfan eitthvað svolítið hvað þið þurfti að hýla eða laga eða gera eitthvað. Kemur hérna 17 sem er náttúrulega stjarnan og það er líka eitthvað sem að fyrir bara að sjá betur í ljósi hvað þið geti sjálf svona manifestað inn, eitthvað svoleiðis sko. Og það gæti verið líka að þeir sem búin að vera að díla kannski við manneskju sem er ekki búin að vera í sama, eða eitthvað finnst ekki sama þroska
kannski, eða svona, kannski svona tilfinningulega tross. Fluga ráðast á mig. Já, kannski hefur verið flyssulega. Já, það eitthvað svona, já, þeir eru svona ekkert eitthvað að nenna svona eitthvað svona barnaskap í leikjum eða eitthvað svoleiðis, sko. Sjáðu hérna að þeir eru svona, bara gera það hér. Bara leið á þessu. Það var gaman af þessu. Sjá. Þeir veltu þannig hérna stein, hérna. Og hann ametistinn, hann rosa góður fyrir, sko, insight sitt, eða þriðja auga, að sjá út fyrir ramman og sjá lengra heldur en kannski aðrir og það kannski svolítið þið að þið sjáu hlutina kannski bara svolítið fyrirfram eða þið finnið á ykkur eða þannig að þið eru svo tengt tilfinningar ykkar. Það það sem er ykkar kraftur eða hæfileiki og þið þurfum bara svolítið að vinna og sjá það betur kannski. Eitthvað svoleiðis. En ég ætla að fá Angel-náma fyrir ykkur, bæli 3. Ég ætla að googla það bara á netinu, Angel-námur og eitthvað tölu meaning eða spiritual meaning. Sjá hvaða tölu þið fáið, hvaða Angel-námur fyrir bæli 3. Það 2. Já. Og það svona eins og bara union og það getur bara union af eitthvað sjálfum bara. Þið eru rosalega í góðu jafnvægi núna. En ykkar Angel-námur 2. Þetta líka getur þýtt samvinna. Það þá 22. Gæti líka verið 4. Þið megi bara ráða hvað veljið. Það stöðugleiki og eitthvað svoleiðis, sko. Og það kannski það sem að þið eru núna kannski. Og ég ætla að fá líka þessu. Fyrir búnsa 3. Þetta verður eitthvað með rautt í hárinu, eitthvað rautt. Eða það ekki endilega að vera. Kannski hafa eitthvað kött sem með rauður. Hvítur. En þið fáið Libra, Chiron og man ekki hvað þetta Sportryggan og 6 sem í júní. Getur þýtt fjölskylda eða eitthvað svoleiðis, sko. Getur verið eitthvað sem tengist fjölskyldu eða eitthvað svoleiðis, sko. En já, getur verið þetta tengist eitthvað sem að þið hafi kannski lokað á svona vilja kannski sjá okkar betur. En þetta eitthvað sem manneskja sem þið kannski langar að vera í sambandi með eða hvort það í sambandi eitthvað. Það eitthvað svoleiðis, sko. Og það svona eins og að þarf eitthvað svona jafnvægi. Eitthvað á milli kannski. Það ekki endilega að vera stjörnumerki, þetta bara það sem ég les úr þessu.
Beauty and the Beast, you need some space in relationship. Númer 8. Og það getur verið svona, verið eitthvað svona fram og tilbaka eitthvað slið sko, og kannski þessi manneskja mjög toxic, svona þeir búin að vera díla við og þrjósk eða þrjóskur eða það svona, og svona svona einhverju vafa hvað þeir að gera. Getur verið einhverju nautsmerkinu líka sko. Síðan að búið, kannski var einhver svona búli. Þeir svona svipið og eigið margt sameiginlegt og eitthvað fleiri sko, en þeir samt svona þú ert meira á ljósinu og þessi manneskja kannski meira svona dekkarleik kantinum eða eitthvað. Ég veit ekki. Eða svona, það eitthvað sem eitthvað sem þið hræðist kannski hræðist þið að fara í samband líka. Það eitthvað samt í ágúst líka. En það mjög sterk tenging hana. Maiden og Shields. Hérna. Sjá hreindýr líka hérna. Hreindýr líka svona, það tengt svona herra einhverju. Og þeir svolítið svona að reyna að tengjast innsæðin eitthvað hvað að gera og þeir svolítið þar. En svona í báðum áttum samt sko hvort ég að treysta á tilfinningar eitthvað. Það sé ekki eitthvað svoleiðis sko. Já, ég ætla að fá hérna eitthvað sem hjá manneskjunni, hvað haustum á manneskjunni sem að hugsa til. Hvað myndu vilja segja við ykkur eða eitthvað svoleiðis sko. Sem þið vitið ekki kannski. Fyrir pæl 3. I knew exactly what I was doing. I hide behind material things. Þessi manneskja greinilega svolítið veit alveg hvað hún að gera var svoleiðis sko, og þetta snýst svolítið bara að hvað aðrir að sjá og það svolítið svoleiðis sko, og þessi manneskja veit það. Það eitthvað svona comfort í því eitthvað. Hvað meira? 3. I couldn't let you get close to me. You were the best thing in my life. Já, ég sé þessi manneskja hefur alveg mjög mikla tilfinningar til þín og dáið þig. Þessi manneskja lítur upp þín, skal ég segja. Það eitthvað svona kannski hræðslega að þú ekki að breyta ykkur eða eitthvað sko. I hid who I really am from you. Ég held að þessi manneskja hafi verið svolítið hrædd að gefa mikið af sér til þín og það eyðilega svolítið mikið þar og svona að þú þurftir að þú settir upp svona vegg bara af því að þessi manneskja var hrædd að sýna tilfinningar sinna eða
hvernig það leið eða eitthvað slíks og það gerði eitthvað svona vegg á milli ykkar. Það er ekki upp á sem það fyrir helgi á. Já, það er eitthvað svona eftirsjá svona með eitthvað sem hefur verið gert og sagt eða eitthvað slíks og hvort það hefur verið gert svona gert rétt eða eitthvað slíks sko. Og þetta er eitthvað svona hræðsla skilurðu sem bara í gangi hjá þessari manneskju og þessi manneskja þarf svolítið bara að fara að vera í sínu power sem er í raun og veru ekki núna sko. Þetta er út af hræðslu. Að gleyma sér í eitthvað svona kaupa sér eitthvað, gera eitthvað annað og svona til þess að dreifa svolítið hugann bara svolítið. Já, ég ætla að fá hérna á þessu hér. Bunka 3 Warrior Seals. Já, það er svona gæti verið þessi manneskja kannski líka dregið sér tilbaka og svona vilja sjá svona hvar þú værir og hvað þú væri að hugsa og hvað þú myndi gera og þú takir skari og þessi manneskja er bara ekkert í sínu sko svona power sjálfur eða sjálf og er svona að bíða og sjá hvort að kannski er þessi manneskja að bíða og sjá hvort að þú sért trygg eða þetta treysta þér og eitthvað svoleiðis sko. Það er svona eitthvað hræðsla. Eða þá þetta sért þú, gæti alveg verið sko. Hérna kemur líka reyndir líka líka og það er eins og að það þurfa bara að finna styrkinn líka. Stars kemur inn með 17 sem er svona eins og segi líka eitthvað svona healing. Það er eitthvað sem að þessi manneskja þarf að eitthvað heala með sjálfa sig, laga eitthvað og það er eins og þessi búið að spinna kringu sjálfa sig og eitthvað kannski eitthvað lífaveg eða eitthvað. Já, hæ. Það er síminn bara dó hjá mér sem ég bjóst bara alls ekki við. En já, ég man ekki alveg hvar ég var komin en mér langaði samt að segja með Beauty and the Beast. Þið muni eftir sögunni Beauty and the Beast. Og þá sko var konan náttúrulega mjög falleg og allt svoleiðis en hann var í einhverju svona álögum eða eitthvað, skilurðu, eða eitthvað svona magic eitthvað í gangi hérna. Já, hann hélt í raun og veru sko að hann ætti ekki skilið ást og eitthvað svoleið sko. En þið bara túlki bara þessa sögu bara sjálf. Og þetta er svona svolítið tengingan á bakvið en hún elskaði skrímslið Beast þrátt fyrir allt saman sko og hann hafi verið leiðilegur og bully.
átti ég að segja. En þið sjáið að hann elskaði líka hana sko. En kannski var ekki alveg að sýna það og það er svona eitthvað svona í gangi. Og það gæti verið að þessi manneskja sem þið að hugsa til að þið hafi verið í sambandi svo allt í einu bara það bara búið. Fyrst bara eins og allt var að ganga eða eitthvað svona svo allt í einu bara kottað af, alveg svo síminn gerði svona, allt í einu kottað bara samband og það getur verið að þetta hafi verið þú sem hafi kottað þessa manneskju í burtu eða þá hinn manneskjan. Það er eins og að það hafi verið eitthvað svona sem árið til þess að þú hefur kottað þessa manneskju í burtu eða svona tekið einhverja ákvörðun kannski. Kannski þið bæði geta líka verið. Svo var ég komin með hérna sjamanina og the stars, já. Það er eins og það hafi verið svona ykkur lygi og eitthvað ekki alveg verið að segja rétt frá og það er það sem að það kannski eitthvað brugðið traustinu eða eitthvað svoleiðis sko. Fá eitthvað meira hérna. Two of Pentacles. Og já, það hefur verið ekki verið jafnvægi í samskiptum og eitthvað svona, það hefur eitthvað verið svona á milli ykkar sem árið til þess að það var bara annar aðeins kannski bara að gefa það eitthvað svoleiðis sko. Kemur Sun and the Moon. Sun and the Moon sko. Það hefur kannski þurft svona eitthvað jafnvægi þarna á milli sko. Það er eins og einhver hérna sé að bíða eftir einhverju tækifæri svo komið svo og laga eitthvað eða breyta einhverju. Það er svona, já. Hvað er þetta viðbót? Justice. Nú 11. Já, það hefur verið eitthvað þarna sem hafi ekki verið réttlátt og þú hefur greinilega bara tekið ykkur ákvörðun að þú viljur bara fá eitthvað réttlæti og eitthvað svoleiðis. Ef þessi manneskja ætlar að koma inn eða vera þarna til staðar þá þarf að gera einhverja breytingu. Og þessi manneskja sér það alveg hvað þarf að gera og það er samt svona eins og það sé verið að bíða eftir og sjá. Kannski gæti verið að sé eitthvað kannski grasi grænna hinum megin eða eitthvað skilur að athuga hvort að sé eitthvað já, hvort að já, vilji taka skarið eða ekki. Það er svona þessi juggling og eitthvað á milli. Og mér finnst þetta að vera sko eins og þessi hræðsla að vera svikin. Þegar ég var búin að vera. Og þessi manneskja virðist bara sko þannig eins og að sé alveg sama. Það er eins og sé alveg sama en það er í raun og veru ekki þannig sko. Þessi manneskja er náttúrulega ekki alveg sama sko. Not today, boundaries, hurt, avoiding conversation, not dealing, still upset. Það getur verið eitthvað svona ennþá í gangi að
svona þurft að loka eitthvað eða, og bara nei, ég er ekki tilbúin að díla við þetta í dag eða, bara healing heart, break, toxicity, addiction, abuse, relationship. Það getur verið að annarkvort þú eða hinn aðilinn sé bara ennþá koma svo úr ykkur sem er toxic og það er einhver ástæða fyrir að hlutinir voru ekki alveg kannski að ganga upp og var af því að það var eitthvað annað bakvið sem var toxic sem mannski er kannski ekki tilbúin að breyta eða laga eða eitthvað svoleiðis sko. En hvað er svona með framhaldi hjá þessar mannesku og hvaða action mun þessi manneski kannski taka eða Three of Wands. Þessi manneski er bara svona næst í sko er bara á horninu eitthvað og að taka action, ekki alveg komin þangað. Það er á leiðinni. Eitthvað samt við 3, það geti verið kannski eitthvað tvennt annað sem stendur í vegi eða eitthvað. En sem mannski er að horfa til þín og allt svoleiðis og þú mátt alveg búast við einhver samskipti núna bara Ace of Swords. Það er svo að segja komið svona clarity að sjá hlutina í betur ljósi af hverju hlutirnir fóru svona og að þurfa að gera eitthvað breytingar og það er bara svona spurning hvernig það verður tekið. Það gæti verið að sé búið að vera líka svona truflanir í kring svona sem að dregur þetta svolítið á langinn út af einhverju ástæðu sko. Seven of Coins. Já, það er greinilegt að þessi manneskja þarf að yfirbúa eitthvað til svona eitthvað svona til að geta komið með eitthvað í partæskunni til þín. Það er eins og það rosa sig við eitthvað svona eitthvað toxic. King of Cups, 3 of Coins, 5 of Swords. Það gæti verið eitthvað tengt vinnu og eitthvað svona getur verið eitthvað plan, sambandi við skrifundi samninga eða eitthvað svoleiðis sko sem er svolítið að draga aftur á samskiptum eða eitthvað og það er eins og sé svona að þurfa að hafa betur eða eitthvað svoleiðis sko. Já, það er eitthvað samtíð að þurfa að hafa betur og að vera á toppnum sama hvort að einhver annar þurfa að gjalda fyrir það. En þetta er eitthvað sem manneskja er að sjá núna og er bara svona að horfa yfir eitthvað bara, og veit að það þarf að vinna að einhverju, svoleiðis sko.
Ace of Pentacles. Þessi manneskja vill tækifæri koma inn. Það bara eins og, það eitthvað núna sem svona, það eitthvað svona truflanir og eitthvað svona sem í gangi núna. Og love me, já. Já, þessi manneskja vill ekki að gefist upp á sér og vill að það gefist tækifæri aftur. I meant what I said. Já. Love is the answer. Þessi manneskja hefur miklu tilfinningu til en geta sýnt þér það af einhverju ástæðu og það gæti verið bara hræðsla. Og bara frekar svona óviss núna hvað verður. Og það getur verið að það sé bæði þannig að þið haldið ykkur staka að þið reyna að vera líka að finna hvað þið vilja. Og þú skiptir rosalega miklu máli. Þú hefur sett mikið það sem þú hefur gert. Þetta litla kannski sem þú hefur gert eða þetta miklu sem þú hefur gert. Það skiptir þessi manneski rosalega miklu. Og tilbúin að laga og bæta og sjá ljósið, light. Og eins og mér fannst þegar ég var að byrja á þessu bunga að þið eru svolítið lightworker og það er svo margt sem það skína af ykkur, skilurðu, svona. Og þessi manneskja er kannski bara þannig að finnst ekki vera að gefa nóg eða eitthvað. Af einhverju ástæðu. I don't want to lose you. Já, það er samt svona í þessu, svona báðum áttum. Þetta er svolítið svona, veit ekki hvað það vill. Og þetta tengist í raun og veru ekki þér. Þetta er eitthvað sem þessi manneskja þarf að fíla. Og eitt viðbót. Já, yes. Þessi manneskja er mikið að hugsa til þín líka. Og þið eru bara svolítið að spegla hvort annað, til að segja. Þið eru svolítið yin og yang. Saman eru þið, já, puzzle to the piece. Herru, ég ætla að láta þetta duga fyrir ykkur. Ég held ég að vera búin með allt hérna. Ítti þetta bara, kanni. Solarplexus 3. Þetta er eitthvað sambandi við sjálfstraust og eitthvað svolítið, sko. Bara það. Þú mátt búast við þessi manneskja er aftur að hafa sambandi við og það er núna bara í ágúst. Er bara núna rétt fyrir hornið. Það láta duga. Kannski bankar hann upp hjá þér. Þegar hún allt í hennu skilaboð eða ritarinn. Herru, bye.